Góðan dag, Kormákur heiti ég og þetta seinni afpökkunin mín. Í þessum þætti ætla ég að baka mjög sérstakan hlut sem nýkominn hérna í heimabæinn minn. Þessi hlutur mun vera Grill 66 borgari frá Ólís sem núna nýinnréttað hérna í heimabænum mínum á Hellu og ég ætlaði að fara þangað og pröfa og mér var strax mælt með borgara. Hann kallaður Chicago borgarinn og hann ekkert smá flykki sýnist mér. Hann jafn þykkur og hann hár. Það meikar ekkert sens. Hann jafn þykkur og hann breiður. Það meikar meira sens. Látum hann núna hérna þó að dást að stærðinni. Sjáðu hérna. Sjáðu hendina mér. Þetta brjálæðislega stórt. Allavega. Það koma líka franskar með sýnist mér. Það eru ágætlega vel djúpstektar, eins og þau kannski sjáu hérna. Ég tek þær úr á eftir og þið sjáu betur, en þær eru vel djúpstektar og það gott. Svo ég heldur að þið hafa ekki bara látið fylgja kartöflukrydd með. Það alltaf gott þegar það gert. Svo ég þurfi ekki að nota kartöflukryddið hérna heima. Af því að það alls ekki jafn gott. Núna skulum við rífa pokan aðeins. Svona. Fullkomið. Og þá getum við nota pokan sem disk. Svona. Kannski svona. Þannig meira flatur svona. Allavega. Þá erum við með þetta. Hérna ég með ananas og karamellu shake til þess að gæða mér á með borgaranum. Erum við tilbúin? Byrjum á því að setja borgaran hérna í miðjuna. Svo látum við franskarnar aðeins svona flæða út. Hérna sjáum við betur hversu vel djúpstektar þær eru. Áður en við látum það flæða út, þá skulum við setja þær í pokan, opna kartöflukryddið og bara hella smá hérna ofan í. Svona helmingurinn. Svo skulum við bara hrista þetta. Já, setjum við aðeins meira. Þannig að dreifist aðeins kryddið. Svona, klárum bara dolluna. Og hristum svo. Já, flott. Og svo getum við sturtað því á diskin okkar. Já. Það smakka með eina frönsku hérna. Sem áhugamaður franska finnst mér þetta ágætar franskar. Ég meina, það engar jóla franskar, en þetta ágætt. Ef ég hefði ekki farið á jóla í Hafnarfirðinum þá skulle ég kíkja þangað. Það eru bestu franskar sem ég smaka. Allavega, franskarnar komnar. Smá sopa shakenum. Núna skulum við opna skrýmslið. Þetta einfalt, við tökum bara hérna 2 flippa hérna undan. Svo leggjum við þetta hérna. Og svo getum við tekið þennan hérna flippa. Svona. Lítur strax vel út. Opna svo hinn flippan. Heldur að þetta sé ekki bara 2-faldur borgari. Ég var ekki einu sinni viss hvort að það hafi staðið á matseðlinum. Að þetta hafi verið 2-faldur borgari. Allavega, skulum koma þessum subbulega borgara hérna af þessu bréfi og setja hann á þetta bréfi í staðinn, því að hitt bréfi var hann subbulega eins og þið kannski sjáu hérna. Skulum við bara loka þessu bréfi varlega og setja það hérna í hornið. Jæja. Það sem mér finnst best að gera að ef ég ekki búinn að panta mér akureyring
að gera mér akureyring sjálfur. Taka bara svona nokkra franskar og setja þær á borgarann. Sko. Nauða auðvelt að gera akureyring. Þarft ekkert nema hamborgara og franskar, það þarf ekki að vera í sömu pöntuninni. Jæja. Núna skulum við bretta upp hendur og gæða okkur á þessu skrimsli. Sækir, búið mitt þarf að vera pyrrandi. Jæja. Heyrðu, ég var ekki búinn að fara yfir innihaldsefnin. Það er á þessu jöklakál, hamborgarasósa að sjálfsögðu, 2 ostasneiðar, 2 lög af beikoni á hverjum hamborgara og meiri sósa sýnist mér bara og auðvitað franskar. Jæja, tökum þessi elsku hérna upp. Ég veit ekki hvort það geti ekki eitt bita af þessu. Ég náði einu bita, sjáum hvernig svona. Og ég verð að segja, þetta er bara ekkert slæmur borgari. Þetta er með betri borgurum sem að ég hef smakkað. Ég mæli svo sannarlega með Chicago-borgarunum á 66 grilli og shake með. Jæja, ég ætla að klára myndbandið og halda fram að borða. Þannig við sjáumst vonandi í næsta myndbandi.